Málheild safn texta sem hafa verið valdir og greindir málfræðilega svo þeir nýtist í þróun máltækni og í rannsóknir á tungumálinu eða málsamfélaginu. Með textunum skráð lýsigögn svo hægt sé að skoða tiltekna textategund eða texta frá ákveðnum tíma svo eitthvað sé nefnt. Í risamálheildinni textar úr ýmsum áttum, úr vefmiðlum, dagblöðum, tímaritum, ljósvakamiðlum, þingræðum og bókum. Innan máltækni áætlunar hefur verið unnið að því að stækka málheildina og auka fjölbreytni í henni. Nú hún 1550 milljónir lesmálsorða. Til samanburðar má benda á að meðallöng skálsaga 60.000 orð. Textamagnið í nýjustu útgáfu risamálheildarinnar þannig meira en í 25.000 bókum. Og næsta útgáfa sem kemur út síðar á þessu ári verður talsvert stærri, líklega stækkar málheildin þá nálægt 30%. Risamálheildin nýtt á marga mismunandi vegu. Hún notuð í mállíkönum á flestum sviðum máltækni en nýtist auk þess á mörgum öðrum sviðum. Hún nýtist við smíði annarra málfanga, til dæmis við orðabókagerð eins og í íslenskri nútímamálsorðabók eða íslensku orðaneti og við greiningu orðaforðans eins og í beygingarlýsingu íslensks nútímamáls, BÍN. Við í ritstjórn beygingarlýsingarinnar notum risamálheildina á hverjum degi. Greiningin í málheildinni og verkfærið sem henni fylgir hjálpar okkur að leita að dæmum rithætt, notkun orða og beygingu þeirra sem gerur okkur kleift að láta BÍN endurspegla íslenskt nútímamál sem best. Til dæmis þurfti ég að athuga beygingu mannsnafnsins Dór fyrir stuttu og þá kom sér vel að geta leitað að dæmum í ákveðnu samhengi. Það hægt að fara mismunandi leiðir að því að skoða gögnin í risamálheildinni. Það má leita að dæmum hvers kyns málnotkun með sérstakri leitarvél sem á vefnum, en það líka hægt að bera saman hvernig orðanotkun breytist frá ári til árs í svokölluðum N-stæðu skoðara sem hefur til dæmis nýst við vali á orði ársins undanfarin ár. Það getur hver sem notað N-stæðu skoðarann, leitarvélamótið einfalt og niðurstöður birtast á skýran hátt. Hver eru algengustu orðin í málinu og hvaða orð eru sjaldgæf? Einhver orð fyrst og fremst notuð á tilteknum sviði eða eru þau í almennum orðaforða? Þessar upplýsingar má finna á orðtíðnivef risamálheildarinnar en þær eru nauðsynlegar við orðabókagerð og gagnast vel við gerð kennsluefnis eða við að skrifa texta sem þurfa að henta tilteknum hópum. Með tilkomu risamálheildarinnar til dæmis hægt að skilgreina námsorðaforða. Námsorðaforði eru orð sem eru umfram algengustu orð tungumálsins. Þau eru sjaldgæf hvert og eitt en nauðsynleg þegar fjallar ákveðin efni á innihaldsríkan hátt. Rannsóknir hafa sýnt hversu gífurlega mikilvægur orðaforði fyrir lesskilning og námsframvindu og að nemendur þola aðeins 2% af óþekktum orðum í texta til að þau nái að skilja innihald hans. Markviss vinna með orðaforða byggir á vitneskju það hver íslensku námsorðaforði hvaða orð á að kenna á hverju stigi námsins og hve mörg orð. Grundvöllur að slíku starfi að byggt sé á orðasafni sem unnið úr útgefnu efni samtímans, málheildum. Nú að hefjast verkefni sem felur í sér að þróa lista yfir íslenska námsorðaforða. Við munum safna orðum úr völdum málheildum risamálheildarinnar og greina þau eftir tíðni og notkunarsviðum. Þessi vinna mikilvæg fyrir þróun náms- og kennsluhátta og námsefnis. Þá hægt að nota risamálheildina í allskyns félagsfræðilegar eða málfræðilegar rannsóknir sem geta haft hagnýtt gildi eða sagt okkur eitthvað tungumálið eða samfélagið. Lilja Björk Stefánsdóttir og Anton Karl Ingason við Háskóla Íslands rannsökuðu breytingar á máli Steingríms J Sigfússonar á 30 ára tímabili með því að greina ræður hans á Alþingi og fundu út með því að greina tiltekin setningafræðileg atriði að það breytilegt hvernig hann talar eftir því hver staða hans á hverjum tíma, til dæmis hvort hann sé í stjórn eða stjórnarandstöðu. Málið formlegra þegar hann í stjórn en hann slakar meira á formulegheitunum þegar hann í stjórnarandstöðu. Allar ræður sem fluttar hafa verið á Alþingi síðan miðja 20. öld að finna í risamálheildinni ásamt ítarlegri greiningu. Risamálheildina því líka hægt að nota í rannsóknir á borð við þá sem Lilja og Anton gerðu. Málheildina hægt að sækja á netið og nota við smíði mállíkana. Mállíkön eru verkfæri sem notuð til að greina tungumálið og spá fyrir hvað líklegasta eða hentugasta málnotkunin í tilteknu samhengi. Til dæmis hægt að nota mállíkön til að meta hversu lipur text Hér sjáum við dæmi sjálfvirkt mat á þýðingum. Málheildin líka afar gagnleg í taltækni. Til þess að búa til gott handrit fyrir þróun talgjörla því nauðsynlegt að hafa greiðan aðgang að fjölbreyttum og stórum textasöfnum. Risamálheildin hefur komið að góðum notum við gerð slíkara handrita. Talgreinar nota sem kallast mállíkan til að geta spáð fyrir hvaða orð eru líklegust í ákveðnu samhengi og eykur með því nákvæmni greinisins til muna. Með miklu textamagni eins og í risamálheildinni hægt að velja texta sem best fyrir þau notkunartilvik sem unnið með og nota þá til að smíða besta mállíkan fyrir talgreinin hverju sinni. Sem dæmi þá notum við ræðunar á Alþingi sem þjálfunargögn fyrir mállíkan í talgreinum sem nú í notkun þar.
Risamálheildin hefur gerbreytt aðstöðu þeirra sem fást við íslenskt mál, hvort sem það eru málfræðingar eða máltæknifólk, og í henni eigum við tæki sem ekki síður en það sem grannþjóðir okkar eiga fyrir sín tungumál. Sífellt er verið að auka við risamálheildina og eftir því sem textum og textategundum fjölgar og nákvæmni í greiningu eykst, er hægt að auka gæði þess máltæknibúnaðar sem byggist á henni. En orðaforði íslenskunnar er stöðugt að aukast og málnotkun að breytast og þess vegna er uppbygging og viðhald risamálheildarinnar framtíðarverkefni.